Góðan daginn vlog! Ég ætlaði sko að fá að sofa út í dag en Ólífur vildi sko ekki leyfa mér það. Hann kom bara hlaupandi inn í herbergi þegar Brynja var að reyna að vera mann frammi. Þannig að ég ætla bara að byrja daginn minn. Hann farin í leikskólann og ég ætla bara að æfingu. Þannig að skál. Þetta mjög góð engifer sko. Þetta ginger turmeric og ég kyssti þetta í Krónunni. En ég ætla að beða mömmu að búa til engiferskot fyrir mig og eiga bara og líka djús. Mér langar að byrja að búa til djúsa og eiga bara svona tilbúna litla flösku til að taka með mér í daginn. Ég verða eitthvað svona sem ég get gripið með mér, annars bara nenni ég ekki að fá mér neitt. Ég var að posta YouTube-myndbandi í gær og það er svona, ég postaði því, ég var búin að gleyma þessu myndbandi. En svo var ég eitthvað, mér langar að taka svona september reset og þegar ég tók ágúst reset myndband í senstu mánuði. Mér langar að posta svona september reset og gera, ég gerði ný markmið og tók bara alþrif í gærkvöldi nema reyndar ógeðslega pyrrandi. Ég var að fara að gera mest satisfying partin sem var skipt á rúminu og þá vaknaði Ólífur og var ógeðslega erfiður að sofna aftur þannig að ég endaði með að ná ekki að gera það. En það var samt mjög næs að vakna hérna í íbúðina frammi og já. En já, ég ætlaði að byrja hennan dag á heitum tíma hjá Natalíu klukkan 7 morgun. Svo hringdi klukkan 6 og ég var bara ég eiginlega nenni ekki í dag. En ég ætla samt að fara á æfingu. Ég bara nenni ekki að drífa mig, hún er alveg orðin korter í 9. Ég þyrfti alveg að vera mætt á æfingu eftir hálftíma til þess að taka æfingu. Ég tók allt til í gær. Ég alveg ryggsogaði, skúraði gólf, nei ekki skúraði. Ég ryggsogaði, þreif sófann. Þú veist, svona er þetta bara eftir einn morgun með bad. Strax komið rast allstaðar. Vélun okkar er sko inn í þvottahúsi út af mér finnst hún ekki nógu falleg til að vera på borði. Ég fæ mér alltaf núna. Engifer sko, ok, þetta er morning routine. Vakna, bursta tennurnar, bíða aðeins, fæ mér engiferskot, bíða aðeins, fæ mér kaffi. Æðislega morgunrútína. Keypti með nýtt kaffisíróp. Þannig ég er búin að vera að setja hvíta súkkulaði sírópið sem ég er búin að vera að fá mér í smá tíma núna og svo keypti ég svona coconut. Ég er svona að reyna að melta hvað mér finnst það. Mér finnst það alveg gott en má svo ekki svona mikið af því. Mér finnst það ekki jafn gott á hvítt súkkulaði sírópið. Allavega, ég gerði mér september markmið eins og ég gerði í ágúst. Ég deildi þeim með ykkur í ágúst. Ég er bara með sama workout plan sem ég deildi líka í ágúst reset myndbandinu. Ég ætla að segja ykkur september markmiðið mín. Og ég hafði bara sömu flokkum og seinast. Rútínumarkmiðið mín eru vakna með nægan tíma sem var líka í seinustu mánuði. Lesa eina bók. Ég er ekki búin að velja með bók og ég er ekki búin að hugsa hvaða bók ég vil velja. Hreint alrými fyrir svefn. Kaupa journal og skrifa í hana alla morgna og kvöld. Ég sá bara í Hagkaup eina svona geðveitt basic svona ársdagbók. Mér finnst það ekki nógu spennandi. Mér langar í svona sem þú getur gert svona what am I thankful for? Og to do today. Svona ekstra. Ég veit ekki alveg hvað ég að kaupa en vinkonum mín að vita að pottið ég að bara spyrja þér. Svo er ég með elda heima og borða saman sem ég var líka með í seinasta mánuði. Svo er ég með heilsumarkmið, æfa 4 sinnum til 5 sinnum í viku, bæta ávaxta og grænmetistöku og ég ætla að reyna að gera það með djúsum. Engiferskot og vítamín, herðu, ég skal bara með vítamínið á borðinu svo ég gleymi því ekki, en svo gleymi ég því alltaf. Gett svona multivítamín. En málið er, þú þarft að taka þetta með mat og ég er ekki alveg nógu dugleg að borða mótnana, þannig að ég gleymi þess alltaf, en ég er búin að taka það eins. Einn góðu göngutúr í viku. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt markmið. Taka einn góðan göngutúr í viku. Þá verður maður bara strax og kemur gott við að nýta þann dag. Og svo ekkert áfengi. Ég er alveg hægt að drekka í bili. Og svo er ég með Brynja er komin inn. Ég er með aftur vinnumarkmið sem ég ætla ekki að sýna. Og það er eitt af því sem ég er ekki alveg tilbúin að deila. Hæ Lúli. Hæ Brynjar. Hvað keyptir þér? Bakari. Ég er bara eitthvað skarbaka í dag. Ég nenni ekki að fara á æfingu. Klukkan á neila og margt fyrir mig til að fara. Þannig ég ætla að taka
heimaæfingu. Einu sinni var ég hérna fyrst út í Andrea og ég á hérna eitthvað hérna en ég er að pæla að taka inspo frá því. Ég er með tvær teygjur. Þessi er góð fyrir hendurnar og hún er svona frekar liðin. Og þessi er góð fyrir fætur. Já, ég fyrir að taka smá heimaæfingu. Nei, sko, rigningin úti. Ói, ég þurfti að hlaupa út í bíl. Gerðum við búst. Oh my god, hvað er góður? Þetta er eitthvað eins og maður fær á hérna skiparnum bara. Ég endaði seinasta vlogg. Ég glemdi seinasta vloggi og seinasta klippan í vlogginu var ég ætla að sýna ykkur negluna mína næsta dag því ég var fyrir neglur. Svo sýndi ég þær aldrei því ég endaði ekki vloggið en ég fekk mér svona French nails og þær kom ekki út eins og ég vildi hafa þær. Það kom miklu svona bleikari. Þú veist, gelið var miklu dekkra heldur en ég baði og hún var samt búin að segja að hún ætti ljóst, eða þú veist, hún gæti gert það svona ljóst, þannig að ég var alveg smá vonsvikinn með það, en þú veist, það er alltaf lægi, ég kom svolítið leið á þeim, ég er búin að vera með þær í næstu 2 vikur. Ég ætla að klána búst og byrja daginn minn, almennilega. Djöfull var samt næst að taka smá æfingu þótt það var bara heima og fara í sturtu og bara svona, ég var bara ég nefndi ekki að fara í gymið. En maður getur alltaf hreyft sig. Ok, nú er ég hægt að blara. Ég og Oliver er nýkomin heim. Ég náði fyrir búðun og sóttan. Klukkan er alveg, ég verði 4:30. Þetta er nýja uppáhaldið hans. Vastallurinn að hjóla. Baðadótið. En já, ég fór í búð. Keypti loksins popskál. Þau voru með þetta í bónus í alls konar litum. Þetta er líka cute. Ég nota alltaf svona pott sem maður eldar í þegar ég fæ mér popp og snakk og eitthvað. Þannig að loksins kom mér snakkskál og hvert á ég að setja hana. Ok, hún er ekki alveg nógu flott til að fyrir glerskápana. Þessi pláss hérna. Glæsilegt. Ég er að spá í að gera pítsu fyrir mig og Oliver. Við erum ein í kvöldmat. Og svo er gæi að koma á eftir og setja kattalúgu. Ég fór að keypti kattalúgu á hann. Kattalúgan sjálf kostaði bara eitthvað 900 kall eða 2000 kall eða eitthvað og hann rukkar, sko hann er með tímakaup 6 og 5 og hann heldur hann verði ekki lengur en klukktíma þannig að þetta er annarkvort 6 og 5 eða 13.000, kann ekki reikna. Sko að gera pítsu, ég veit ekki hvort fólk sem er ekki vant að baka pítsu átti sig á því, en það er ekkert eðlilega einfalt að gera pítsu. Þetta er bara eitthvað 4 hráefni fullkomandi ef ég á að gera það að segja. Á ég ekki ger. Kannski á mamma ger fyrir mig. Ég ætla að hringja í hana. Ok, búin að gera pítsudeg. Pabbi kom með ger þannig ég gat gert og ég ætla að reyna að láta þennan hjálpa mér setja á hana. Dreifa, gera svona. Huglegur. Hvað er þessi? Huglegur. Þetta er glæsileg pizza. She is beauty, she is grace. Matur. Sest í stólinn. Sest í stólinn, það er komið pizza. Ok, sko ég er að skera pizzuna svona fyrir Oliver, en persónulega finnst mér svona pizzur bestar í kössum. Heyrðu, kattakallin er komin. Gæjarnir kom akkurat að saga fyrir kattarhörðinni. Oliver. En við erum bara að borða og bíða. Þetta er gott. Lúlli horfir bara á þá. Ég er svona að viti hvað er að gerast. Súma. Oliver er á sneið nr. 4. Ég fekk mér
1,5 sneið. Má ég blása? Má ég blása? Má ég fá koss? Hvað er? Komdu. Hann skilur ekkert. Klukkan er hálf 10. Ólífa sofnaði fyrir 2 tímum. Og ég er búin að vera að chilla, edita þetta vídeo. Og mér langar ógeðslega upp í rúm. Ég er búin að segja sjálfur mig, þú veist, markmiðs eftir byrjum og náttúrulega fara að sofa. Við erum að fá fréttablaði sko, af því að gömlu eigendurnir eru skráðir fyrir fréttablaðinu. Og þeir má láta þau afbóka það, eða aflýsa því. Já, ég ætla bara að setja það beint í ruslið. Hvað ég segja? Já, ég ætla náttúrulega að reyna að þrífa, þú veist, alltaf fyrir svefn. Þannig að ég ætla bara að ganga frá. Ég mun þakka mér á morgun fyrir það. Og svo ætla ég að fara að sofa. Góða nótt, við sjáumst á morgun. Daginn. Það eru 2 dagar síðan senast að klippa var. Kaffið mitt er ekki gott. Hann er 5:45 morgun. Ég er komin í heita tíma átfitið mitt. Ég er að fara í heitan tíma til Natalíu. Byrja klukkan 7. Ég er að leggja stað svona 20 mínútur, 25 mínútur. Kósí galla yfir þetta. Ég veit ekki hvort ég á að gera mér nýtt kaffi. Þetta er ekki gott. Þetta er svo skrítið út, þetta er ekki vant. Ég myndi gera mér nýtt ef þetta væri bara eitthvað, oi. En mér líður svo að mér finnst þetta bara skrítið því það er stutt síðan ég tannburstaði mig. Ég veit það ekki. Við erum síðan fyrir bústað og eftir. Og ég er búin að gera hérna æðislegt föstudagsplan. Og í dag ætla ég að reyna. Kaupa dagbók, taka bókabóksaninu, kaupa púsl, lalla, taka til í bílnum og eitthvað rætt til að taka með. Mér var sagt að Tiger væri með flottar svona skipulagsbækur. Stelpun eða vinkonum mínu sagði það. Söstrinni Gröni, það væri svona íslensku svona búðirnar sem ég ætla að tjekka í. Ég ætla að reyna að taka aðeins upp í tímanum. Sýna ykkur hvað alltaf er brútal. Komum með mér í hvað heitir þessi selur? Hot Fit. Mér finnst allir vörflur sem þeir heita eitthvað svona infrared Hot Fit. Hérna allir ólir. Ég er að drekka Happy Hydrate shake. Ég fekk bara svona ógeðslega dizzy tilfinningu þegar ég var búin með æfinguna. Ég er að gera morgunmat fyrir okkur Brynjar. Guacamole, harsaði egg og ég ætla að gera svona eins og var að trenda á TikTok einu sinni. Ég ætla að gera svona með rifjárni eggin. Mér finnst það langbesta leiðin til þess að borða avokadótóst. Wow. Matur. Þá með dönn líka með þetta prótein. Eftir æfingu, svolítið langt síðan ég fekk með þetta. Þetta er uppáhaldið mitt, uppáhald morgunmaturinn minn. Hæ. Hæ. Ég mætti í Smáralindina. Brynjar er ánægður ég sem er vloggmyndaðilina. Ég fann bók, sýndi. Bók fyrir Oliver, lífmeðabók. Svo langar mér að kaupa svona pinnapúsl fyrir hann út að hann er með æði fyrir því núna. Það er bara svo dýrt, 3.000 krónur fyrir svona púsl. Ég velja allt í dýrt. Við finnum eitt að 1299, ætlum að taka þetta. Hann er líka dýra sjúkur. Við erum komin heim
litabók, þetta svona reusable stickers, þannig að þetta svona límmiðabók sem maður hægt að nota aftur. Púslið, það var sáttum með það. Það var alveg slatta úrval í Tiger. Ég hef glemt að kíkja sesturinn í grunni, en ég fann svona skólabók eða sem september til desember á næsta ári, þannig að þetta svona akkurat tímabil sem núna. Og þetta svona út. Svo opnar hana, og hún alveg cute, hún svona flottir litir og ok, maður skrifar eitthvað svona sig hérna. Ég veit vel hvað þetta En ég fíla þetta af því að það heil blaðsíða fyrir hvern dag. Þannig að ég get skrifað svo mikið, þú veist, hvað ég þarf að gera. Ég held síðan í lok hvers mánaðar, þá eitthvað svona, fyrir hvern mánuð, október, þannig að ég get gert eitthvað svona, ég veit ekki, ég þarf eitthvað að skoða þetta. En já, ég fór ekki í bókasafn, kannski finn ég mér einhverja bók, mér langar svo að fara með bók í bústaðir, sko. En annars ég bara að ganga frá drasli sem var í bílnum og pakka í töskur og fara. Takk fyrir að horfa. Það fleiri myndbönd coming, ég ekki hægt, ég á einhverju YouTube streak finnst mér núna. Ég mjög spennt að taka upp haustmyndband. Mér finnst ekki alveg að koma nóg mikið haust núna, þannig að ég kemur með haustmyndband í október. Elska haust. Þannig að við sjáumst næst. Bye!